Komið sæl og blessuð og verið velkomin í þetta myndband þar sem ég ætla að tefla næsta skák. Það byrjaði að beðast afsökunar á hvað hljóð var lélegt í síðasta myndbandi. Ég veit ekki alveg hvað klikkaði, ég vona að það sé í lagi núna. Ef ekki þá er þið hetjur að nenna að hlusta á mig með þessa skruðninga og ískur. Ég vona að þetta sé í lagi, við þurfum ekki að ágjöra þessu. Vindum okkur í skákina. Ég fikk ábendingu eftir síðustu skák að ég hef verið að tefla við skoska alþjóðameistarinn Andrew Greed sem hefur teflt með skoska landsliðinu í nokkur skipti og hefur skrifað mikið af bókum skák og það var gaman að heyra það því að ég fekk fína stöð til byrjun. Nú er ég að tefla einhvern frá Úkraínu síns mér, Valentún Hulka, og þetta er einhver sem er teflur með Pro-Chess eða teflur í Pro-Chess League. Hann er að tefla Siglavörd, Kanabriðið og þetta er ónákvæmur leikur ef maður rétt að ég með minnir að hvítur getur leikið A4 hérna og svartur getur ekki hóta riddaranum mínum, þannig ég get leikið C3 núna og brýt upp, held ég, peðastöðun hans. Ef ég drep, biskup drepur, biskup D2, drepið, riddari drepur, er það ekki eitthvað? Í þessum peðastrúktúr þá er þessi svartrauta biskup svarts mjög mikilvægur. Þannig eins og ég sé að hann vill ekki uppskipta þessum biskup. Ég get leikið núna riddari B3, ég get líka leikið biskup E3 sem hótar að taka hér. Þannig eftir biskup E3 þá voru hann að gera eitthvað við þennan biskup. Hann má ekki leika riddari C6, hann getur leikið drottning B6. Hóta riddarinu mínum og það er óþægilegt að þeim hefur ótt að leika peðin hérna. En mér langar svolítið að leika biskup C3. Hefur auðvitað með þessu peði, þá getur komið riddari F6. Getur líka að leika riddari B3, já, biskupinn hans fyrir eitthvert. Það leika riddari B3. Ég þarf alltaf að gæta mín á einhverjum svona hugsanlegum svona leikjum, en það er alltaf valdað, þannig að það er ekki trikk í stöðinni, ekki augnablik. En það gæti komið síðar. Svarta staðan gæti verið eitthvað gloppótt á drottninganginum, en hann er með biskupinn hér og hann er ekki með hann á þessari skálinu hér, þannig að kannski get ég nýtt með það, en ég ætla bara að hróka, ég ætla ekki að vera að hugsa ómikið. Hann er að tefla nokkur hratt, þessi ágæti maður. Það er spurning hvað ég ætla að vera hrókar minna, hvort ég ætla að vera hér eða hvort ég ætla að vera með hér og hann er leika F4. Ég held að báðarlegir koma alveg til greina. Það hrókur D1, sjá getur leikur líka kongur H1. Komast út af leppurinn hér, þá getur frekar leikið F4 einhvern tímann. Riddari D5 geti komið til greina á einhverjum tímapunkti meðan kongurinn hans er hér af því að hann drepur, ég drep tilbaka í einhverjum stöðum svona en hann hrókar ok. Núna langar mig að leika F4 til þess að geta leikið E5 á því að biskupinn hans er hér, þá langar mig líka að leika biskup G5 fyrst. Það sé ekkert galinn leikur. Því að ef ég leik F4 þá leikur hann örugglega E5. Þá get ég reynda að leika riddari D5, það er ekki skilta lagi. En ég er að spája að fara hér og ég ætla að fara hingað áður en ég leik F4. Þannig ég er möguleika á að pressa fleiri en einn veikleika, það er að segja að þetta P geti verið veikt. Einu maður minn sem er ekki með neitt hlutverk í stöðunni er þessi riddari. Hann stendur illa. Ég vil helst ekki missa þennan biskup þannig að ég ætla að fara hingað. Já, hrókurinn er að koma á D1 og P er að fara F4. Þetta var kannski klókt á honum, hann líður illa með hennan biskupina. En nú er þetta kannski skotmark. Drottning G7, já, það var það sem ég var að hugsa. Sko, nú er D5 farið að vera svona hugmynd í honum. Spurning hvort ég ætti að leika F4, en mér langar líka að leika riddari D2 upp á að komast hingað. Hann leikur örugglega D5 núna, annað verið galið. Því ætla ég að svara með því að
G-drepi, rittardrepi, biskupdrepi, drepi á G6, P-drepur, það er svolítið fyndin P-stað en hann með biskupaparið með sterka biskupa. Það er þetta alltaf í lægi fyrir mig en kannski bara í jafnvægi. En eftir D5 þá getur líka leikið E5, rittar D7 og eitthvað, F4 kannski. Ég myndi að halda að það væri aðeins betra með, hann leikur E5. Sá leikur kemur á óvart. Ég ætla alltaf að fara hingað. Nú var hann biskup, ok, ég ætla að fara á D4 kannski. Sko það sem ég ætlaði að gera var bara að leika rittar E3 núna. Get líka að leika rittar D5 strax, drepið. Það er örugglega allt í lagi. Rittari E3 lítur vel út. Mér langar sem sagt að fara hingað. Hann er eiginlega þvingað til að drepa. Nú getur drepið með drottningu og peði með þess að þó að lítið fánulega út. En það opnar ýmsa möguleika. Það er dálítið skemmtilegu leikur þannig sko. En ég ætla að taka fyrir drottningu, halda peðastöðun í lagi. Nú er ég komið með töluvert verri tíma og ég ætla að fara að tefla aðeins hraðar. Ég hef ekki fengið núna kóngsvopn í þessu skák en það er alltaf í lagi að því að ég er með betra tafl held ég. Sem fælst í því að mennirnir mínur eru betri og peðastaðan mín betri, ég er með betri tök á reytum og hann er með veikleika, þannig að ég þarf ekki að hafa mikla áhyggjur þannig. Hann ætti nú að fara að reyna að sprikkleika hér held ég. Já, hann fór að skipta mun og hann tekur væntanlega hér. Já, þetta er ekki galið hjá honum, alls ekki galið. Ég ætla að þvinga mig til þess að hugsa smá. Ég sá þetta ekki fyrir, get alveg viðurkennt það. Vandamál er að ég vilja króku D3 og kemur rittar C5. Ég ætla samt að gera það. Drepa hér. Og hann drepar á B3 og ætla að leika króku D7. Og reyna að vinna biskupinn. Og ég sá í fljótu bara ekki alveg hvað hann getur gert í því. En ég verði að viðurkenna að ég hugsa ekki mjög langt. Hann getur dreipið á G2, kongur dreipið, rittar dreipið B3 og hann er með greinlega með fín færi eða þannig svona ekki fín færi kannski en svona eitthvað sprikl fyrir skiptamunum af því að peðastana mín er rúst. Það er bara með eitt peð fyrir skiptamunum. En ef hann tekur á B3 hrókur D7 drottning eitthvað, ok, hann gerir það ekki, ég ætla að vera bara hér. Ég er að hóta að taka rittaran. Hann ætti að fara með hann eitthvað. Þangað til dæmis, þá ætla ég bara að taka hér. Tek með biskup. Ef hann dreipur þar að segja. Ég hef líka getið dreipið með biskup og haldið sókninni gangandi. Kannski það hafi verið klókt. Ég er alveg að fatta tíma hérna, ég ætla að lofta út. Ég þarf að hafa kóngið minna H2 þannig að sé ekki á skálinu biskupsins. Þess að nú var hann að hóta máti sem sagt. Nú þurfti að stoppa. Nú hóta ég biskup H7 skák, vonandi fellur hann í það. Gerði það ekki hér, hugmynd C4. Ó, er ég að leika að mér? Hann á rittari F8. Nei. Jú, hann á rittari F8 og hér. Þegar líka getið ég leikið biskup F6 og hótaði drepa F8. Það er kannski verið órandi. Nei, hann á drottning B4 þá. Og það er biskup E7, það er kannski verið meira samfærandi. Þetta er mát ef hann... Þetta er mát, er þetta ekki mát? Nei, hann á drottning G7. Nei, það er biskup drepa G6. Drepa G6. Mát á þessu. Þetta var svolítið tens, þetta var spennandi en mjög skemmtileg skák sem endaði mér í hag á þessu sinni. Ég held ég hafi telt vel, en mér leið þannig allavega. Og ég ætla að kíkja á þetta í Chessbase. Þetta er afbrigði sem hann teldi sem að ég hef telt mikið sjálfur með svörtu, þar að segja kann
Sikilega vörn með E6 og A6 og að mínu viti það besti leikur hvíts í þessari stöðu annarkvort biskup D3 eins og ég lék eða C4 kjósi maður að tefla þannig sem er mjög traust svona peðstilling. Mér finnst þægilegast að tefla með svörtu þegar hvítur leikur riddari C3 vegna þess að þá svona meikar þessi B5 leikur meira sens af því að peðar leiðin á B5 þessi B5 leikur meikar meira sens af því að peðar leiðin á B4. Þannig að biskup D3 þá allavega hef ég heyrt að það sé ónákvæmt að leika B5 af því ég held út að A4 en ég fekk nú ekki alveg eins kannski góð færi eins ég átti vona og við skulum fletta upp en riddari F6 er algengasti leikurinn hér í þessari stöðu. B5 er ekki sá besti allavega, ekki algengastur. Flestir hróka fyrst stutt. Ok, það er bara, já. Stutt hrókun. Þá sjáum við að, bíða eftir biskup B7 og leika þá A4, svara B4 með riddari D2. Ok. Við sjáum að líka ef hvítur hrókar stutt, þá getur svartur ekki leikið riddari F6 eins og í hinni stöðunni þegar þá hvítur E5 hótar riddaranum. Það gengur ekki upp í þessari stöðu. Það er að segja fyrir hvítan leika E5 þegar þá kemur drottning A5, vinnur peður. Sá möguleiki ekki fyrir enda þegar peður á B5, það blokkar drottninguna. Þannig að það eru ýmsar fínir senleikar í þessu. En A4, B4 og C3, ég gekk svona frekar beint til verks. C3 er ekkert algengur, stuttrókun er langalgengast, menn hafa líka leikið A5 og riddari D2. Riddari D2 lítur eðlilega út af því riddarinn getur oft hoppað hingað og hefur auðvitað með svörtu riddaranum. En kannski ég átti að gera það frekar. Ég ætla aðeins að sjá hvort það sé einhverjar skákir í þessu eldsnögt. Ég ætla bara að sjá hvað bestu menn heims gera í þessu. Mæli með því ef þeir eru vandræði með einhverjar byrjanir. Flettið þeim upp, til dæmis í chessbase. Skoðið bara hvað stigagastu menn í heimi er að gera. Og hermið bara eftir þeim. Það er ekkert galið. En það sem þeir eru að gera er það sem er best. Við getum bara treyst því. Þannig að við getum bara hermt eftir þeim. Ef Carlsen teflir eitthvað þá er það gott. Eða svona, já, öllu jöfnu. Ef Kasparov hefur telt eitthvað í gamla daga þá var það gott. Og svo framvegis. Þessi menn er ekkert að tefla eitthvað afbrigði sem er lélegt. Ekki nema kannski í einhverju hraðskökum í einhverju flippi. Þeir gera það nú stundum. Í þessari stöðu leika bestu menn í heimi. Hrókar stutt, leika síðan riddari D2, hrókar stutt, leika hrókur E1, hrókar stutt, leika drottning E2, hrókar stutt, leika riddari D2. Ok, það er greinlega bara málið, þannig að þá ger ég það næst í stæðan fyrir C3. En ég var samt alveg ánægð með þessa stöðu, hún var svolítið óvenjuleg þannig. Þá fannst mér þetta alveg fínt og ég held að hvítur standi bara aðeins betur. Mér finnst tölvan vera sammála mér í því. Hún segir að hvítur standi tölvöld betur hér eftir biskup B6 og hún vil leika riddari C3 eins og ég gerði og svara riddari C6 með að leika A5 og hróka síðan stutt og ég gerði það strax. Drottning E2 er góður leikur hjá mér, kongur H1, fýll leikur. Hér ákvað ég að breyta þessum plan. Planið mitt var upphaflega að leika F4 sem sagt plani á hvítum í þessum svona stöðutípum er ofta að tefla svona virka síðan biskupana en ef því þessi biskup er hér en ekki hér eins og hann er oft þá ákvað ég að skipta plan og leika biskup G5 og nýta mér það viti menn, Stockfish er allt í einu að halda þig fram að biskup G5 sé langbæsta leikurinn skemmtilega, eftir langa umhugsun þannig að gaman að heyra það biskup G5 er nummer 1, F4 er nummer 2 og þá er leikirinn sem ég ætla að leika biskup G5, H6, biskup H4. Sko leppurinn er svolítið óþægileg. Í sikilega verður þá þróa svartur oft drottninguna á C7 eða eitthvað álíka. En nú var það glabræði að því ég myndi gefa svartum týpið á kóngsvagnum. Þannig að svartur þarf að leysa ákveðið vandamál sem hann gerir mjög vel reyndar með að leika riddari E5. Mjög skynsamlega gert það hann. Ég leik þá biskup C2, ég vildi ekki missa biskupin minn. Þá leika riddari G6 og ég harfaði með biskupin á G3. Og hér leika hann drottning E7, hrókur A2 D1, þetta er bara vel telt í okkur báðum síns mér, hrókur D8, þá kom riddari D2, þá var ég að tala um að hann ætti að leika D5, en hann leik E5, sem ég fannst þetta að vera dálítið sniðugur líka,
en mér fannst D5 vera góður leikur og þá var ég ekki viss hvort ég ætlaði að drepa eða leika E5. Ég hugsaði E drepið D5, riddari drepur, drepið, 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 nei, drepið, hér. Ég var eitthvað að spá í þessu, en ég hugsaði að svartur hefði sterka biskupa og mér finnst það að vera rétt, alltaf samkvæmt tölvumatinu og því sem ég er að sjá svona núna. Hvítur er ekki með einn sérstök færi þó að svartur sem er lélega peðastu, biskupannir eru fínir á svartum. Og ég hugsaði líka E5, riddari D7, F4 og það er betra hvítan samkvæmt tölvunni. Planið er einfalt, F5 vofir yfir, riddarinn getur að hoppa hér og hér. Allir menn hvíts er einhvern veginn vel staðsettir. Svörtu biskuparnir svolítið út úr þó þeir líti vel út af því að planið á hvítum er að keyra á það. Þannig að þetta er aðeins betra hvít, ekkert stórkostlegt, en þetta var það sem ég var að hugsa. En hér var ég ánægður af því ég fekk þetta hérna og við sjáum að hvítureitarnir eru veikir hjá svörtum riddarum mínum á leiðinu til D5 eða F5. Hvítastaðan er heilbrigð, engin sérstaklega veikleg. Samt er Stokkvís hrifnar af svörtustöðunum núna og hún náttúrulega skákareiknarnir eru tilfinningalausir þannig að þeir eru ekkert hræddir við eitthvað riddara sem að planta sér einhvers staðar. Þannig að hún vill bara leika biskup C6 og eftir riddara F5 þá vill hún bara hafa drottninguna hér og segir að hvíti sig ekki á hótaninu. Sem sjálfur sér er kannski alveg rétt af því að þó að riddarinn líti vel út af F5 þá er kannski ekki alveg eins og ég sé endilega að fara að máta svartan. En allavega, þetta var smá úr hrókur C8, hrókur D2, C6. Hér var ég mjög tæpur tíma en ég alveg höndla stöðuna vel. Hér valdi hann mjög sniðugan leik og þetta er kannski lærdómsríkt moment. Ef maður er að fá verra tafl þá getur stundum verið ágætt að henda kannski einni peðsfórn eða skiptamennsfórn út í kosmósið, hrista aðeins upp í þessu til að láta ekki kaffara sig. Þetta ákast ég sérstaklega við hraðskákir. Ég mæli kannski ekki endilega með að menn sé að fórna mönnum og peðum að handófi í kappskákum. En hér er svona, ef ég leyfi mér að sletta, trendið að snúast í mína átt. Ég er búinn að ná tökum á hvíturreitunum, ég er með biskupaparið, ég er með D5 reitin, riddarinn minn er á leiðinu til D5 hvenær sem er og ég get dúllað mér að lofta út og bæta stöðuna smátt og smátt og þetta er varanlegu veikleiki hérna á D6 þannig að svartur drap á C3 sem er góður leikatöfninni þó að svartur sé ennþá með töluvert verri stöðu af því að hann fær mjög hættuleg færi í formi bara riddarans hérna og já, dregur aðeins úr með vítarinnar. En hér þurfti ég að finna nákvæma leiki og ég gerði það ekkert. Hérna besta leikur er hrókur B2, ég mista honum. Til að valda biskupinn þá er hrókur drepur C3 ekki að hóta drottningunni og biskupnum og riddari drepur C3 þá bara bjargaði hróknum minn. En ég leik hrókur D3. Ég sá að þá þessa taktík, ég held fyrst að þetta væri hættulegt. Þá þessa taktík með hrókur drepur D6 og hrókur D7. Hér á hann að hætta bara kúlinu, leika drottning C7, halda stöðunni saman og er þá með óþægilegar hótanir og spil getur telt hratt. Mista þessum og hvað? Biskup C2, þetta er náttúrulega unninstaf fyrir hvítan. Drap hér, hann vildi ekki uppskipt. Geti leikið F4, H3, bara praktískur leikur til að hafa ekki kónginn á skálinni, þannig ég ætlaði bara að leika H3, kóngur H2 og sjá síðan til, ég skipta mig niður og peði. Hann hótaði máti og ég stoppaði það. Verðið viðurkenna hér misti ég af taktíkinni hrókur D8 skák. Við sjáum að eftir hrókur D8 skák kom svartur ekki drepa, þegar það drepi tilbaka, riddari drepur og drottning E8 máta þegar biskupinn með valdar hásreitin. Þannig að eftir hrókur D8 skák þá verður hann að leika riddari F8 og þá getur bara að leika F3 og þá erum við tök á 8. reitaröðinni. Þetta er vantilega mér í hag. En ég leik F3 strax, það skemmir ekki neitt. Hér get ég gert það aftur og þetta leiðir þá til liðsvinnings af því að hann má ekki drepa, hann má ekki fara fyrir af því að hann tapar á hróknum. Þannig að þetta var einföld taktík að þannig ef einhver hefði sagt mér hvítileikur og vinnur þá ég sé þetta strax. En af því ég var ekki að, ég hafði lengan tíma og ég var ekki að hugsa þvingandi leiki sem maður alltaf verið að hugsa allar skákir, það geti verið mát. Það hefði ég séð þetta. En ég legg drottning E2 af því ég sá svona típist hraðsrykk sem að vinna drottninguna.
Hann sá það, leik G6. Ég leik biskup E5, biskupin á skálínuna og hér. Mjög óþægilegt eins og kom á daginn. Og hér missum við báðir að fullta leikinn. Hér get ég gert alls konar. Ég get drepið á E6, kóngstæðin er rúst. Ég leik drottning D2. Af því ég sá þessa hugmynd og ég sá líka þetta. Þetta er náttúrulega kolunni á hvítt og það þarf í rauninni ekkert mikið að vera að skoða þetta. Hér á ég bara að drepa H6 en mér fannst þetta að vera einhvern veginn meira þvingandi. En hann getur barist með kongur H7 eða náttúrulega kolunnið. Hann drepið og hérna leika riddari F8. Við sjáum að ef hann drepur, þá drepum við hrók, kongur H7 og hrókur H8 er mát. Þetta er mátþema sem ég sá fyrir að ég setti biskupinn á löngu skálínuna. Þannig að hann leik riddari F8, hér á ég bara mát í tveimur ef ég leik drottning F6, ég sá það ekki. Þannig ég leik biskup D6, þetta var alveg að falla tíma, en þetta er samt óvanandi mát. Eins og við sáum hér, drottning E8, kongur H7 og drottning G6 og drottning H7 mát. Þannig að já, þetta var vel heppnað, ánægður með þessa skák. Fín byrjun þarmennska og skemmtilegu sigur í mjög spennandi tímaræki. Og ég er kominn að ég held yfir 2-4. 2-4-0-6. Fögnum því. Takk fyrir að fylgjast með og takk fyrir að senda mér kveðjur þið sem hafa gert það á vídeóinu á YouTube. Og endilega haldið áfram að fylgjast með, það hvetur mig áfram.